Finnur hópurinn klár, hvernig svona tilfinning? Bara spenna, bara virkilega gaman að vera komin í svo stöðu. Við töluðum þessa stund bara eftir síðasta leik í klefanum í Berlín, þannig að nú komum við að gera aðra að komast í Eurobasket. Þið veljið 14 menn en náttúrulega 12 sem hefur spilað hvern leik, af hverju gerir þetta? Við náttúrulega erum að fara í langa ferð, það eru 3 útileikir og þá náttúrulega getur ýmislegt komast upp á. Sáum nú bara með 16 og 18 leik kalla og mikið veikindi, þannig að maður veit aldrei og við viljum kannski ekki lenda þeirri aðstöðu að vera í Kýpur eða Belgíu og vera og þurfa leikmenn. Það er náttúrulega hætta þannig 3 reynslumenn eða eru frí middir, hvernig líst þér á hópinn svona heldur? Það bara vel, þetta var svona undirleikandi sérstaklega með Jakob en sérstaklega það að missa Pavel sem búinn að vera burðarás í landsliðinu undanfarin ár, sérstaklega varnarleiknum og frákustum eitthvað sem maður erfitt að díla við en aðrir strákar hafa stigið vel upp og eru tilbúin að taka stærri hlutverk. Kristoffer komið flotinn inn þetta og Martin búinn að spila engar vel í sumar, þannig að þetta bara spennandi. Náttúrulega förum bara í fyrsta leikinn á miðvikudaginn, kannski sá leikur sem hefur mest eigið að vinna, svo maður segir. Já, sko, Svissararnir eru góðir og þeir eru með strákar sem eru með mikla reynslu, þannig að góða skotmenn í band við sterkar leikmenn undir köruna, þannig að sjálfsögðu Sviss og sérstaklega Kýpur leikir sem heimaði úti sem ætlum okkur að vinna og Belgarnir fyrirfram svona sterkasta þjóðin í riðlinum. Það er engin spurning að við ætlum að gera eitthvað í þessari keppni, þá þurfum við að koma út með allar byssur á lofti og vinna hérna miðvikudaginn, því að ef við gerum það ekki sem við segjum útileiknum til Kýpur þá kannski eigum við ekki mikið erindi áfram. Glæsilegt, það er ekki lengra. Takk fyrir þetta.